Góðan daginn. Mig langar að bjóða ykkur velkomin á málstofu Hafrannsóknastofnunar sem haldin á 50 dögum, svona í annarri hverju viku má segja. Í dag hlýst okkur svo heiður að bjóða velkomin Björn Björnsson sem með mestu reynsluboltum líklega hérna innan hús, myndi ég segja. Hann núna fiskifræðingur á fiskeldis- og fiskiræktarsviði stofnunarinnar og hann ætlar að kynna niðurstöður rannsókna á atferli þroska í tengslu við hitastig og fæðuframboð. En þær voru nýlega birtar í vísindagrein í Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science. En vísindagreinin ber titilinn á ensku Thermoregulatory Behavior in Cod, is the thermal preference in free-ranging adult Atlantic cod affected by food abundance. En erindi verður náttúrulega á íslensku. Nei, bara því Björn, velkomin. Takk kærlega Hrönn fyrir þetta. Þessi mynd, hún tekin í Arnarfirði, þar sem að rannsóknin fór fram og þessi fóðurpoki sem þið sjáu þarna var notaður til að fóðra fiskana í firðinu. Rannsóknir hafa sýnt að atferli dýra erfist og náttúruvalið það verðlaunar einstaklinga sem að sýna æskilegt atferli. Það er að segja það sem að skilar flestum afkvæmum. Og æskilegt atferli það til dæmis að taka ekki óþarfa áhættu, éta rétta fæðu á réttum stað og á réttum tíma og velja hagkvæmt hitastig til að hámarka vöxt. Þannig að það er semst gott að vaxa hratt í hörðum heimi. Fiskar, eins og þið vitið, eru með misheitt blóð, sem þýðir það að líkamshiti þeirra er sá sami og hjá umhverfinu. Þannig að súrefnisnotkun fiskanna vex með hita og meltingarhraði og vaxtarhraði líka með hita upp að ákveðnu hámarkshita. Þannig að fiskar þeir geta sparað orku með því að velja lágan hita og dæmi þetta er íslenski síldastofninn. Vetursetustöðvar, síldastofninn velur sér oft svæði þar sem er lítill hiti, eins og til dæmis þarna inn á Kolgrafafirði. Og fyrir 50 árum að þá skrifaði þessi Kanadamaður Brett grein samband vaxtarhraða, hita og fóðurinntöku hjá ungum Kyrrahafslaxi. Og fyrir fiska sem að fá nóg að éta, þetta er hiti hérna og vaxtarhraði, og fyrir fiska sem að fá nóg að éta, þá það þessi efsta kurva hérna, að með auknum hita að þá eykst vaxtarhraðin hérna upp að ákveðnu marki og nær hámarki hérna við kjörhita til vaxtar, og ef hitin fer yfir það þá minnkar vöxturinn. En það skiptir líka máli hvað fiskurinn fær að éta, til dæmis ef hann fær aðeins helming miðað við það sem hann getur mest étið, svona 3% af þyngd sinni á dag, að þá er hérna kjörhitinn svona 10 gráður, og ef við helmingum það ennþá niður í 1,5%, þá er kjörhitinn ekki nema 5 gráður. Þannig að til dæmis þessi fiskur hérna, ef þeir fá ekki meira en þetta að éta og eru við 15 gráður, þá eru þeir ekki að vaxa neitt. Þannig að það er greinilega mjög hagkvæmt að fyrir þá að vera við lægri hita heldur en það sem er kjörhiti fyrir þá sem að hafa nóg að éta. Svo er líka athyglisvert hérna að þessi kúrfa sem þið sjá hér, það er fyrir fiska sem að fá ekki neitt að éta, þeir eru bara í svelti, að þeir eru að léttast meira eftir því sem að hitinn er meiri, sem þýðir það að það er hagkvæmt fyrir fiskana að velja sér lágan hita til að spara orku. Svo var það annar Kanadamaður, Despatie, sem að skrifaði grein 2001 hitaval hjá þorski og hvernig það breytist með fæðuframboði. Og hann notaði til þessara rannsókna KER
sem með stigvaxandi hita. Þetta frá 1 og upp í 10 gráður. Og þetta tiltölulega lítið ker, eins og þið sjáið hérna. Það séð ofan á keri hérna, efri myndin, og hins vegar neðri það séð á hlið. Og það bara 40 cm dýpi og sjór, og það skilrúm hérna á kerinu, og síðan sjór látinn renna hérna inn í endan, og síðan rennur hérna bara eftir þessu grunna keri hérna, og það eru slöngur sem hlykkjast hérna í botninum með heitum sjó sem hita upp sjóin á leiðinni, þannig að hann orðinn svona 10 gráður hérna í lokin. Og í þessum tilraunum þá notaði hann 3 þorska sem voru svona kíló að þyngd, og hann hafði þá í kerinu í 45 klukkustundir til þess að aðlaga þá aðstæðum, og eftir það mældi hann þá í 3 klukkustundir eða kannaði hvar þeir voru, og hann var með 3 mismunandi hópa fiska sem að fengu meiri nóg að éta, og þeir voru að velja sér 6,5 gráður, og svo voru aðrir sem að fengu ekki jafn mikið, það voru svona í meðallagi mikið, og það var mjög lítill munur, alveg svipaður hiti, og þeir sem fengu mjög lítið, það voru að velja sér 4 gráður. En þetta svona dálítið á skjön við niðurstöðu kjörhitarannsókna sem hafa verið gerðar í tilrauneldstöðinni í Grindavík, og það sem sýndi sig að kjörhiti þorski af þessari stærð var í kringum 9 til 10 gráður, það að segja fyrir þá sem fengu nóg að éta. Þannig að það er spurning með hvernig stendur á þessum mismun, og það má kannski spyrja sig hvort það geti verið stress á fiski sem settur í svona lítið ker, tiltölulega stór fiskur, og þess vegna væri kannski æskilegt að geta kannað þetta í náttúrunni þar sem að fiskurinn getur synt frjáls. Og eins og kom þarna fram í kynningunni þá hefur fengist samþykkt grein í þessu kanadíska tímariti, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, og heitir þetta Thermoregulatory Behavior in Cod is the thermal preference in free-ranging adult Atlantic cod affected by food abundance. Og þetta var ekki svona sérstök rannsókn, skipulögð fyrir þetta, heldur voru gögn úr öðru verkefni notuð í þessa grein, og það voru þessu verkefni þarna sem fór fram í Arnarfirði 2005 til 2006, en þá fóru fram prófanir á hjarðeldi á þorski. Og hjarðeldi, það nú svolítið framandi orð, en það byggist á því að laða fiska að ákveðnum stöðum með reglubundinni fóðrun og hljóðmerkjum, og tilgangurinn með því að auka vöxt og auðvelda veiðar á villtum fiski. Og í þessu tilfelli þá eru ekki neina sjókvíar að ræða, fiskurinn bara syndir frjálsum, getur komið að farið eins og hann sýnist. Og í þessu verkefni þá var fóðrað 2 til 3 sinnum í viku í 21 mánuð, og það var gefin frosin loðna sem var sett í netboka eins og þið sá á myndinni, á fyrstu myndinni, og slakað niður á 20 til 30 metra dýpi, og þar gat fiskurinn tínt út úr netbokanum loðnurnar eftir sem það þiðnuðu, og það var sem mest étið sumarið 2005 og fór upp í 20 til 25 tonn á mánuði. Þannig að þetta var svona töluvert mikið sem var fóðrað þarna, en það var áætlað líka hver lífþyngd þorsksins í hjörðunum væri, og hún var svona 100 tonn, og svo var líka áætlað hvað væri mikið af þorski í öllum firðinum, og það voru 2000 tonn. Þannig að þetta var tiltölulega lítill hluti af heildinni. Hérna kort af Arnarfirði sem sýnir hvar þessar fóðurstöðvar voru. Það voru 2 hérna norðanverðu, þessi rauðu deplar hérna, og 2 að sunnanverðu, og þetta var á svona 25 til 30 metra dýpi þar sem þetta var sett, og þetta var í brattri hlíð þarna, þannig að línurétti hérna fyrir neðan sýnir dýpið og fjarlægð frá ströndinni, hvernig það breytist, og þannig að það sýnir að fiskurinn hann þurfti ekkert að fara mjög langt
frá þessum fóðurstöðum til þess að komast niður á töluvert mikið dýpi. Það sýnir sig að hjarðfiskurinn hann étur og vex miklu meira eins og vilti og við tókum hann pröfur í október 2005 fyrsta lagi með því að nota svokallaðan lyftiháf úr hjörðunum og það voru 171 fiskur og svo notuðum við rækjuvörpu til að taka sýni allan fjörðin og það voru 590 fiskar og hérna þessi sama burður að það var miklu meiri magafylli í hjarðeldisfiskinum. Það var um 12% af slægri þyngd var magainnihaldið og innan við 1% hjá villtafiskinum. Og lifrarstuðull svokallaður, eða það er bara þyngdin á lifrinni sem prósenta af slægri þyngd, að það var miklu meira í hjarðfiskinum. Að meðaltali 11% á móti 4% hjá villtafiskinum og svokallaður holdastuðull, hann var líka mun hærri hjá hjarðfiskinum heldur en hinum. Þessi holdastuðull, það er svokallaður K-faktor eða 100 sinnum þyngdin, slægð þyngd deilt með lengdin í þriðaveldi og það var einnig gríðarlega mikill munur á vaxtarhraða. Þessar myndir sýna nú bara dreifinguna á þessum mæligildum. Þetta er hérna magafyllin og ljósu súlurnar, það er villtifiskurinn. Það er mikið af fiskum sem eru með tóma maga. En aftur á móti hjá hjarðfiskinum þá eru margir sem eru með mikla magafylli, alveg upp í svona kringum 30%, með úttroðna maga. Lifrarstuðullinn aftur á móti það fyrir villtafiskin, hann var svona bara einn toppur, þessar ljósgráu súlur, í kringum svona 4–5%. En hins vegar fyrir hjarðfiskin, að þá voru 2 toppar, bæði þessi hérna og svo annar í kringum 18–20%. Og það er þá fiskur sem er búinn að vera lengi í hjörðunum en hinn er þá tiltölulega nýkominn í hjarðirnar. Þetta er hérna munurinn á holdastuðlinum, það er svona vottar fyrir að það séu 2 toppar í því líka. Og svo er töluverður munur á slægðri þyngd líka því að fiskurinn í hjörðunum hann er talsvert mikið stærri heldur en í sá villti. Og hérna er svona, sjáum við svona dæmi slíka fiska. Þetta er hjarðeldisfiskur, þessi efri, bústinn og myndalegur, með K-faktor 0,9 og lifrarstuður 17%. En þetta er svona dæmi horaðan unnfjarðafisk, þar sem K er 0,75 og lifrin svona dökk og nánast tóm og lifrarstuðull 1,1. Þannig að þorskarnir þeir voru merktir með rafeindamerkjum, svokölluðum DST-merkjum eða Data Storage Tags, og það eru þau sem mæla og skrá dýpi og hita. Og í júní 2005 að þá voru fiskar veiddir með rækjuvörpu. Það var nú hugmyndin að reyna að veiða þá og setja þá í þessar fóðurstöðvar eða í þessar hjarðir. En það var ekki hægt að vera með rækjuvörpuna í hjörðunum, heldur var það þar fyrir utan. Þannig að það eiginlega misheppnaðist og þeir fóru bara fljótlega úr hjörðunum og fóru niður á dýpið. En ári seinna, eða júlí 2006, að þá voru hins vegar fiskar veiddir með lyftiháf. Þá vorum búin að finna það út að vera að nota svokallaðan lyftiháf til þess að bara veiða fiska beint úr hjörðunum. Og þá héldu þeir fiska sig að mestu leyti í hjörðunum áfram. Þannig að þarna vorum við í rauninni komin með 2 samanburðarhópa, annars vegar hjarðþorskana sem átu mjög mikið og svo villtaþorska sem voru að éta mjög lítið. Og þá er spurningin hvaða hita velja þeir. Þetta er þessi lyftiháfur þarna sem ég minntist á. Og þetta er bara stór háfur sem látið síga niður og hér er beitupoki sem fiskarnir bara ráðast á þegar það kemur niður og síðan er híft upp. Og þá er
ná þeim þannig. Og það var haft segl í botninum einmitt til þess að þeir myndi ekkert skaddast sko, þegar verið að taka á til merkinga. Og þetta eru niðurstöðurnar frá þessum rafeindamerkjum. Þetta eru þetta dýpi og hiti og þetta er tíminn, þetta 2005 hérna. Það er að segja þessi tvö efstu línurit, þau eru þarna frá fiskunum en frá júní 2005, þar sem var notuð rækjuvarpa. Og eins og þið sjá hérna, það eru bláu ferlarnir hérna, það er eiginlega nánast flest allir fiskarnir sem að hegða sér þannig, fara niður á dýpið og halda sér þar, en það er að vísu þarna einn rauður sem að heldur sig í hjörðunum og svo einn grænn sem er fyrst eins og í hjörðunum, fer síðan niður á dýpið, kemur aftur upp. Þannig að þessir fiskar, þeir eru að velja þetta 3 til 5 gráður. Það eru svona 3 gráður hérna fyrst sumarið í júní og það fer svona upp í 5 gráður. Svo aftur á móti hinir fiskarnir sem voru teknir í lyftiháf og merktir í júní 2006, að þeir hérna halda sig að langmestu leyti hérna bara í kringum 20-25 metrana. Það er þessi rauðu ferlar sem eru sýndir hérna. Svo er einn fiskur reyndar sem að yfirgefur hjarðirnar og fer niður á dýpið. Og þetta er hitinn, það er svona 8 til 10 gráður, þannig að þeir eru að velja svona 8 til 10 gráður sem er ekkert fjarri því sem er kjörhitinn samkvæmt okkar niðurstöðum í tilraunaeldisstöðinni. Og yfir sumarið þá er sjórinn lagskiptur hérna við ströndina og það er heitt lag efst sem flýtur ofan á kaldari sjó og þetta eru niðurstöðurnar. Þessi 3 línurit hérna eru niðurstöðurnar frá 2005 og þetta er dýpi og hiti hérna. Og í júní, júlí þá er að byrja að hitna upp eða er farið að hitna svolítið og er þetta svona 7, 8, 9 gráður í efsta laginu en svo þegar það komið meira en hérna 50 metra dýpi, að þá er það komið niður í 3 gráður. Svoleiðis. Svo í ágúst-september þá er orðið heldur heitara, það er svona 10 gráður þarna í efra laginu og fer niður í 4 gráður þarna djúpsjórinn. Hins vegar í október, nóvember þá er engin munur á hita frá yfirborði og niður í botn. Þannig að hér hefur fiskurinn enga möguleika á að velja sér hitastig með því að breyta dýpi. En hins vegar hérna yfir sumarið, þá getur hann breytt dýpinu og þannig valið hita. Þetta eru niðurstöðurnar, þessi 2 línurit frá 2006 og þetta var mjög svipað þar, nema að lóðrétt blöndun, hún átti sér stað að mánuði seinna þar, heldur en árun áður. Og af hverju eru hjarðþorskar við háan hita? Og ég hérna setti fram 2 tilgátur. Í fyrsta lagi velja lítið dýpi til að vera við kjörhita og í öðru lagi velja lítið dýpi til að vera nærri fóðupokanum eða food source, fæðu uppsprettunni. Sjávarbotninn á fóðustöðunum, hann er brattur og stutt í dýpið, eins og þið sáu þarna á línuritinu sem ég sýndi áður, að þeir þurfu ekki að fara langa leið til að komast niður í svalan sjó. Og fóðrunin hún er aðeins 2 til 3 í viku og yfirleitt tekur ekki mjög marga klukkutíma að klára úr pokanum. Þannig að það er engin nauðsyn að vera alltaf við fóðurpokana. Og svo sýna niðurstöður þessa merkja að hjarðþorskarnir þeir kíkja niður á dýpið annars slagið en yfirleitt bara mjög skamman tíma þannig að þeir fara strax upp aftur. Og reyndar viltu þorskarnir þeir kíkja líka upp á grunnan og hlýjan sjó og yfirleitt fara niður. Þannig að þeim er full kunnugt að þennan hitamun og virðast velja þetta hitastig. Þannig að það er áhugaverð spurning, hvað gera þorskarnir haustið þegar hiti er jafn allstaðar? Sko, ef þeir veldu eingöngu dýpi til að vera við fóðupokana, þá ætti engin breyting að verða á dýpið þeirra haustið.
En niðurstöðurnar sýna að meðaldýpi hjarðþorskanna vex frá 23 upp í 35 metra, semst frá ágústmánuði og þangað til í fyrsta mánuði eftir að upplöndun hefur átt sér stað. Og meðaldýpi villtra þorska minnkar einnig frá 84 upp í 77 metra. Og svo líka í þriðja lagi það áhugavert að það mikil aukning á breytileika í dýpi milli fiska. Þannig að staðarfrávikið fyrir villtu þorskana það vex úr 8 upp í 23 metra og fyrir hjarðþorskana úr 9 upp í 18 metra. En það samt áfram munur á dýpi hjarðfiskana, það sem þetta 35 metrar, og þessara villtu 77 metrar. Þannig að niðurstöðurnar það styðja ekki þá tilgátu að fiskar velji bara dýpi til að vera nálægt fæðusvæðinu. En hins vegar styðja þá tilgátu að þorskar velji dýpi til að vera við kjörhita. Og á haustin þegar hitinn jafn þá velja hjarðfiskar dýpi sem nær fæðusvæðinu en villtu fiskunum. Það sem þegar í rauninni skiptir engu máli upp á hitann til að gera, að þá velja þeir þá vilja vera frekar nær fæðusvæðinu sem eðlilegt. Ef að ætti að gera frekari rannsóknir þá þarf að hafa í huga að þessi rannsókn hún var ekki sérstaklega hönnuð fyrir þessar rannsóknarspurningar. Það voru notuð gögn úr annarri rannsókn, bara það sem var til. Og ef ætti að endurtaka það þá væri gott að setja fóðurpoka í kalda botnsjóinn, þarna í 60-80 metra dýpi, og athuga hvort hjarðfiskarnir fari þá ekki upp í hlýja sjóinn að lokinni máltíð til þess að melta og vaxa hraðar. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir Björn. Bara spurningar, þá ertu að tala í mikrofóninn. Já, sæll, takk fyrir þetta. Axel heiti ég, Landssambandi smábátaeigenda. Já. Langar til að spyrja, sem sagt hægt að segja með einhverju vissu að sem sagt hægt að setja samhengi milli fæðu framboðs og hver fiskur leitar? Og þá ég velta fyrir mér þegar loðna bregst, hann fær ekki loðnu á þeirri slóð sem hann er vanur að fá. Eitthvað líklegt að fiskurinn leiti þá annað, þá á ég við kaldari sjó út af fæðubresti? Það hérna við landið eru líka lárétt hitaskil. Það að segja að það á vissum stöðum eins og í Vestfirði og jafnvel Austfirði. Það sem töluverður hitamunur bara með því að færa sig til, ekki endilega upp og niður. Og þar getur fiskurinn rauninni farið yfir í kaldan sjó og étið ef það mikið ætið þar, við skulum segja í kalda sjónum, og farið síðan yfir heita sjónum til þess að melta. En ég hef ekki kannað það reyndar sérstaklega, það nú til einhverjar samt niðurstöður þetta. En það erfitt að segja það hvort að þorskurinn getur farið eitthvað annað til þess að finna loðnu. Já, það alveg hárrétt. Það mjög líklegt að hann geri það. Ég held að sé nokkuð ljóst að ef hann fær ekki nóg mikið að éta þá mun hann færa sig í kaldari sjó. Og það áhugavert að bara svona að öllu jöfnu að þá þorskur ekki að fá eins mikið eins og hann gæti. Hann ekkert að vaxa á fullum hraða. Við sjáum það alltaf þegar það tekinn villtur þorskur, settur í kvía til dæmis, stríða alinn eða í svona hjarðveldi. Hann ekkert hann að auka vaxtarhraðann mjög mikið og hann virðist vilja vera í frekar svölum sjó. Hann ekkert mikið upp í sjó þorskur. Ég reynda með eina spurningu. Já. Ætli þessi mikill munur á milli stofna þorska? Því nú ertu með stofna sem mikið inn á fjörðum, stofna sem inn á fjörðum og svo úthafsstofna. Hvað var það kjörhitastig og þessi tengsl fæðuframboðs og hitastig? Ætli þessi mikill munur á milli stofna hvað þetta varðar?
sko, menn nú ekki á eitt sáttur það hvort það séu margir stofnar eins og til dæmis við Ísland. Ég held að sé allavega mjög lítill munur á erfðafræði sko, stofna. Það ekkert að, þó að sé reyndar hægt að benda á það að þó að sé lítill munur á erfðafræði, að þá samt sko, inn á kannski vissum fjörðum, þá virðast hrygna fiskar sem ef þeir eru merktir þar, að þá koma þeir næsta ár aftur á sama stað. Þannig að þeir hafa sko, tilhneigingu til þess að koma alltaf á sama stað. Og það tilfellið að til dæmis í Stöðvarfirði, þar sem að ég var að gera rannsókn líka, að þá hrygningafiskurinn þar, hann miklu smærri. Þannig að hann virðist ekki vera að vaxa eins vel og miðað við til dæmis hérna fyrir Sunnalandið, þar sem að hann í Heitasjónum. En ég held að þetta sé ekki endilega að það sé erfitt að skilgreina þetta sem sko sérstakar stofna. Ég líki þessu svolítið við það að við skulum segja að márhirðla sem kemur alltaf sko á sama stað og verpir þarna, hún hefur bara þá tilhneigingu til að koma alltaf á sama stað, sitt sama hreiður, en það ekki endilega sérstakur stofn sko, þó hún hafi vanist í að koma alltaf á þennan stað. Einar, kannski mista af því, hvernig myndaður þessa hjarðfiska í upphafi? Hvernig fórstu að því að mynda þessa hjarðfiska, þessa hjarðir í upphafi? Hvað aðferðum? Já, þær voru myndaðar bara þannig að, eins og þarna í Arnarfirði til dæmis, að þá settum við bara út svona ból, bara á ákveðnum staði og það var bara að byrja að setja fóður í poka. Og síðan var það smá aukið, þannig að það var nóg til þess að fiskurinn hann kom bara í þetta. Reyndar þegar við höfum gert þetta áður, þarna eins og í Stöðvarfirði, það var svolítið önnur fóðrunaраðferð sem þar var notuð. Þá notuðum við fóðurbarka sem var dreginn á eftir bátnum og voru myndavél, þannig að við gátum farið og fóðrað og séð fiskana koma á eftir. En okkur fannst það vera svolítið erfiðari fóðrunaraðferð. Þannig að við fórum yfir í þetta í Arnarfirði bara til þess að það var í stærri stíl. Það hefði verið miklu meira verk að þýða allt þetta fóður eins og var þarna á Stöðvarfirði. Þannig að við fundum út að þetta skilaði alveg jafn góðum árangri að setja bara frosnar pönnur í svona poka og slaka þessu niður. En hins vegar það áhugavert að kom ekki sko, það var ekki mikil hreyfing á milli. Það er að segja hjarðfiskana og viltufiskana. Eins og maður sér hvað mikill munur á sko bara næringarástandi og öllu þessu. Og líka bara út frá merkingunum sem voru með þannig að þeir bara halda sig, þeir eru búin að læra þetta að vera þarna, þá bara vilja þeir vera þarna. En síðan fórstu reyndir fiska í Reykjavörpu og reyndir að gera á hjarðfiskum en það tókst ekki. Já, það er rétt sko. Við veiddum það í Reykjavörpu til þess að merkja. Við vorum ekki búin að fatta það að nota sko þennan lyftiháf þá. Þannig við notuðum bara Reykjavörpu til þess að ná í fiska, til þess að merkja. Og það var hugmyndin að taka það bara og sleppa þeim þarna við hjarðirnar. Þá voru komnar hjarðir, það var búið að mynda þessar hjarðir. Það voru fullt af þorskum sko við hjarðirnar, en þó að við hefðum sleppt þeim þar, þá voru þeir ekkert sko tilbúnir að bara fara inn í hjarðirnar, heldur fóru bara strax inn á dýpið sko. Þannig það tekur smá tíma fyrir þá að læra þetta og taka þetta í sátt. En þegar svo þá bara bíða þeir þarna, þetta næstu máltíð. Þeir eru ekkert að fara eitthvað annað, þeir eru ekki að éta eitthvað sko, aðra fæðu. Og það sýndi sig að þessi fæða sem var í mögunum á þessum hjarðfiskum, það var nánast eingöngu loðna sem var gefin. Sko. Höskuldur hérna á Hafró. Það nú bara í framhaldi því sem Einar var að spyrja, einhvern tímann minnum við að komið að varst ekki með skóla fyrir þorska á Súðavík? Jú. En það var nú ekki spurningin. Það
ákveðin ráðgáta hér að við höfum verið með þetta svo kallaða rækjural þarna fyrir norðan í bara síðan 87 eða eitthvað svoleiðis og þetta er náttúrulega risastórt svæði, 100.000 km² eða meira, tiltölulega djúpt og það er yfirleitt ástandið þannig að það er mjög hlýtt uppi, þetta er lagskiptur sjórinn á sumrin, hlýtt uppi og kalt niðri. Ertu að tala um hann að Úthafsrækjurallið og svo verður svo breyting 95-6 að það 100 eða 1000-faldast magnaða þorski. Það var ekkert að þorski sem veitist þarna fyrir. Og ég oft að velta fyrir mér, getur þetta ekki verið fæðuskortur? Þarna hafi kannski verið loðna í efrilögum sjávar. Við tókum þetta alltaf á ódýrustu skipánum þannig að það var aldrei bergmálsmælt eitt eða neitt. En maður sem að vera að velta fyrir sér hvað olli því að þessi ofboðslega aukning þorsks á þessu stóra svæði það er alltaf skítkalt svona við 0 gráður þarna niðri við botn þannig að fisk og þetta er verulega mikið magn sem við veiðum með stærð svæðis að þarna þetta sé bara vísbendingum að fiskurinn hafi minna æti. Það gæti verið það en mér finnst nú líklegast að hann hafi farið að koma þarna á þessi norðursvæði út af hækkuðum hita að það hafi verið sko lífvænlegra fyrir hann. Hann er í rauninni, fiskur er ekkert að sækja á svæði þar sem er ekkert æti, skilur við. Og enda hefur það sýnt sig að hann sækir í rækjuna þarna. Hann er að taka rækjuna. Það náttúrulega fiskur, það gæti verið að áður hafi verið eitthvað upp í sjó og honum hafi verið kennt það af foreldrum og svo er maturinn ekkert lengur og þá verður hann eins og þú ert að sýna, flýja í skápinn. Já, sko, það er þekkt að hann þarf að sækja þessa fæði eins og loðnu sko, upp í sjó. Eins og þarna á Halamiðunum og víðar þarna út af Vestfjörðum þá hafa verið stórar torfur sko, yfirleitt upp í sjó og var nú tekin í hérna flottroll þá stundum. En síðan kannski leitar hann eitthvað annað til þess að melta þeim. Bara aðeins að hugsa hérna þessi hjarðfiskar eru líka villtir. Já, ekki satt? Já. Og svo eru hinnir sem eru niður á dýpinu. Já. Eru þeir svona vittlausir eða vilja þeir ekki loðnu, vilja þeir bara rækju? Ég held að ástæðan sé svo að þeir vita ekki af þessu sko. Það er að segja þeir sko þetta er alltaf bara 4 litlir punktar þarna í þessum risastóra firði og svo koma þeir og synda sko og þeir þurfa eiginlega að vera þarna sko alveg á réttum tíma sko þegar þeir eru að fóðra og svoleiðis sko. Annars fara þeir bara þarna framhjá og það er nú eitt sko við vorum ekki með hljóð, gáum ekki sérstakt hljóðmerki í þessari tilraun eins og við gerðum í Stöðvarfirði en hins vegar var greinilegt að fiskarnir þeir þekktu hljóð í bátnum þannig að þegar að var komið og átt að fara að fóðra að þá hérna lyftuðu sér upp og gleymdu sér bara alveg jafnvel þegar ef maður batt sko pokan við síðuna að þá voru bara röðuðu sér hérna utan pokan og þeir semst voru ekkert að reyna að forða sér. Maður geta að klappa þeim á bakkinu eða tekja á í háf og þannig en ég held að ef þetta ætti að ná meiri árangri, ná til fleiri fiska, þá held ég að væri mjög sniðugt að nota hljóðmerkin og ég fékk styrk til þess að láta smíða svona hljóðdufl og það er nú reyndar svo sem efni í annað erindi en Stjörnóti hefur núna smíðað hljóðdufl þar sem að hljóðmerkin geta borist í 1-2 kílómetra þannig að það er náttúrulega verið mjög gott að hafa eitthvað svona til þess að kalla á fiskarna og ná þeim að. En þeir þurfa hins vegar að vita sko hvað þessi hljóðmerki þýða og þess vegna í staðinn fyrir að ef það væri bara að gefa hljóðmerki alltaf á þar sem þeir eru, þar sem hjarðirnar eru, að þá væri gott að í rauninni teima þá á milli hjarða. Það er að segja að kalla á þessa fiskar sem að þekkja hljóðmerkið sem búið að kenna þeim. Kalla það á milli og þá eru meiri líkur og þeir rekist á aðra villta sem eru að þælast þarna á leiðinni.
það er svona eins og ég hef séð þetta fyrir mér að veri hægt að. Ef það eru engar fleiri spurningar á síðustu séns, þá ætla ég bara að þakka Birni kærlega fyrir þetta flotta erindi.